komið sæl. Ég langar til þess að segja ykkur sögu eða vitnisburð sem ég heyrði á dögunum og mér finnst einhvern veginn eins og ég að segja frá því. Og það blessaði mig að heyra þennan vitnisburð. Þetta var maður sem var í Bandaríkjunum og var að segja margar sögur, trúsögur frá sjálfum sér, hvernig Guð hefur snerti líf hans og ein sagan sem hann sagði frá var svona. Að hann hafði ásamt öðru kristnu fólki verið með svokallað svona matarhjálp eða matarvagn eða matareldhús eins og maður segir, sem eru að hjálpa fjölskyldum sem eiga lítið. Og þau voru með svona leigðu lítið herbergi þar sem voru með aðstöðu og þau voru að hjálpa það bil 90 til 100 fjölskyldum á þessum tíma en þau þurftu að fá stærri aðstöðu. Og svo kom upp hugmyndin að í staðinn fyrir það að fara að leigja stærra húsnæði hvað þá að kaupa húsnæði. Og á þeim tíma þá hefðu þau þurft að borga $150,000 fyrir nýtt húsnæði og fólki sem stóð að þessu, sem voru kannski ekki mjög margir, að þeir hefðu svona ekki mikla trú á því að það myndi safnast $150,000. Og margir sem voru svona í kringu þau sagði kannski, já, þetta er komið vel á veg þetta verkefni, þá láti okkur vita að við gefum eitthvað. En fólk var ekki að gefa neitt mikið og það voru aðeins komnir $3,000 í sjóðinn. Svo var einhvers konar markaður eða eitthvað svona hátíð þar sem þessi matarhjálp var með bás. Og þá stoppar einn maður þarna á básnum og fer að tala við þennan mann sem var með þennan vitnisburð. Og hann fer að segja, já, þeir eru matarhjálpin, ég veit af ykkur og hvað þurfið þið, hvers þarfnist þið? Og maðurinn sem er vitnisburð segja, já, okkur vantar spagetti og já, hvað þurfið mikið af spagetti? Já, ég skal bara hafa sambandið, ef ég fæ númerið þitt, þá get ég tekið það saman og fundið út úr því. Og hann sagði, er eitthvað meira sem þið þurfið? Þá svara maðurinn, já, makarónur, ost og já, hvað þurfið mikið af því? Já, ég skal taka það líka saman og þegar ég hef samband við þá veit ég betur hvað við þurfum mikið. Og maðurinn er svona, já, þessi sem var að bjóða aðstæðuna. Hann segi, já, ok, og svo byrjar hann að ganga í burtu og er farin svona svolítið smá spöl frá þessum bás. Svo allt í einu staðnaði mig í staðinn og snýr við og labbar aftur á manninum og segir, veistu hver ég er? Og maðurinn segir, nei, en ég kannast aðeins við þig. Og maðurinn segir, já, ég er á veitingastað í borginni. Kona mín er læknir og við höfum búið í 5 ár og ég hef oft verið að leita að leiðum til þess að gefa tilbaka og til samfélagsins og hann segir við hann og ég hef verið að leita því og þá svarar maðurinn að já, og ég bara, þess vegna er ég að spyrja hvers þið þarfnist. Og þá segir hinn maðurinn, já, ég meina, þú vilt raunverulega vita hvers við þörfnumst. Þá vantar okkur $25,000 til að starta verkefni sem er það að við ætlum að kaupa húsnæði fyrir starfsemina. Því að þau hefðu líka viljað að vera með starfsemi, með biblíurannsókn, með margt fleira sem þau getur boðið upp á svona þjónustu, ekki bara matarhjálp. Og maðurinn segir, já, hann segir eitthvað svona, já, ég er svona að gleyma mörgum atriðum en man því þegar ég er að segja þetta, en hann hafði sagt já við hann þegar hann sagði, viltu raunverulega vita hvað sem þarfnist? Þá sagði hann, já, ég er búin að reyna að komast að því síðustu 20 mínúturnar, en hinn var alltaf bara, já, spagetti, makarónur og svona. En já, og síðan þegar hann sagði, við þurfum $25,000 til að starta þessu verkefni, þá sagði maðurinn, já, ég skal gefa það og láttu mig bara vita þegar þú þarft peningana. Og maðurinn gaf þessa $25,000 og allt þetta verkefni fór vel að stað að lokum gátu þau keypt húsnæði til að vera með þessa þjónustu og þetta ministry eða safnaðarstarf má segja og fólk fekk trú á verkefninu náttúrulega þegar var komið svona stór einhver söfnunarsjóður.
En það sem þessi maður var að tala þessi sem að var með vitnisburð, hann sagði svona: ég hef stundum á tilfinningunni þegar við erum búin að biðja Guð, við erum búin að vera í bæn, að Guð snúi stundum sér við og segir síðan: en veistu hver ég er? Af því að stundum þá biðjum við Guð svolítið lítið. Við biðjum hann kannski eitthvað að bjarga einhverju fyrir horn eða við biðjum hann bara að einhvers konar smávægilega hluti sem skipta engu máli. En við stöndum fram fyrir skapara alheimsins sem spyr: veistu hver ég er? Og við getum beðið hann stóra og háa og máttuga hluti, og auðvitað bestu gjafirnar sem hann gefur þegar hann hreinsar hjarta okkar og skapar nýjan karakter, persónuleika í okkur sem vill ekki lifa í synd. En við erum of oft að biðja Guð hluti sem kannski skipta engu máli. Við ættum að byrja á því að íhuga verulega að við megum koma til hans og biðja hann þarfir okkar, allar þarfir okkar, andlegar fyrst og fremst, líkamlegar, biðja hann að lækna samskipti, lækna sorg, lækna okkur, vera með okkur, gefa okkur visku, fræða okkur orð sitt, fræða okkur tilgang lífsins. Við ættum að biðja Guð allt þetta, fylla okkur að heilagum anda og hjálpa okkur að þjóna og vera kærleiksrík. Því að það eitthvað sem okkur skortir öllum, að ég held að við þurfum að biðja Guð svo mikið að hjálpa okkur. Já, en takk fyrir að hlusta í dag. Mætti Guð blessa lífið.